Og við erum að rúlla annar þátturinn af Jappkastinu ef þú varst ekki algjörlega búin að fá nóg af mér eftir síðasta þátt eða eftir síðasta skiptið sem við hittumst ef það var einhvern tímann þá er ég að fara að jappa í annan klukkutíma. Klukkan er cirka svona 6-7 mínútur yfir 4 þannig að ég verði þarna til svona 6-7 mínútur yfir 5. Mjög kósí, ég er í bílnum mínum. Við erum fyrir utan ræktina mína, Katla Fitness í Lambhaga. Þetta er ræktin minn sem ég fer í og ég var að koma úr henni sem er ástæðan af hverju ég er smá rauður framan. Ég er ekki með styrtu, ég tók ekki nógu mikið með mér til að fara í styrtu en ég er að fara heim bara eftir þetta til að fara í styrtu. Já, ástæðan af hverju ég er í bílnum mínum er af því að mamma mín er heima þann daginn núna og mér langar ekki að gera þetta þegar hún er heima. Mér langar frekar að gera þetta einhvers staðar sem að enginn er að hlusta allan tíman sem ég er að taka þetta upp af því að það er kinda pointið af þessu er að ég er einn, svona cirka bát einn allan tíman sem ég taka þetta upp og ég er bara að jappa sem er ástæðan okkur, þetta heitir Jappkastið, þetta er bara ég að jappa, það er bara eina sem þetta snýst og þetta er bara fyrir þá sem að vilja hlusta mig jappa allan daginn eða þú ert að sofna við þetta geggjað já, bara, bara geggjað til að sofna við þig, geggjað til þess að þrífa íbúðuna þína eða eitthvað, bara ef þú vilt, ef þú þarft bara eitthvað sem er ekki super stimulating eða eitthvað svona, en það byrjaði að rigna, það var sólrétt á hann. Já, þetta er það sem að færi að taka upp úti. En já, hvað verður að segja, já, ég er í bílnum mínum að þegar mamma minn er heima í dag, þegar hún er veik og ég nenni ekki að einhversi að hlusta með tímann. Þannig ég valdi mér meira busy stað, ég valdi mér bílastæði fyrir utan ræktina mína í Lambhaga eins og ég var búinn að segja. Þetta er þetta ræktin, sér svona næstu ekki, ég var að reyna að ramma þetta inn þannig að þú myndir sjá logoið en það sést ekki, þeir þurfa að borga mér aðeins meira til þess að það sjáist. Ekki þeir sé að borga mér eitthvað, ég er ekki að borga þeim pening eitthvað núna. En já, það er bílar eiginlega allt í kringum mig og fólk að koma og fara í ræktinni og svona. Eins og ég ætti að vera að gera, ég ætti að vera að fara heim úr ræktinni núna. Maður sætla aðeins að íta mér já eða koma þér vel fyrir. Því ég ætla að vera í næsta klukkutímann. Hörru, já. Og ég ætla að vera sippandi á hvítu Monster allan tímann. Ekki það með vant einhverja meiri orku. Ég er alveg nógu stressaður fyrirfram. Please ekki flæðir. Ok, það var næstu flæðir. En það er alltaf leið. Skál. Við ætlum að vera sippa þessum caffeinated drykki. Ég ætla bara að slökkva á monitor plussapinn, ég þarf það ekki. Já, nú er ég skjálaus. Ekkert að gera. Ég var með nokkra púnta. Þessi jappkvist eiga í rauninni ekki að þurfa púnta af því þetta er bara ég að jappa. En ég næ einhvern veginn aldrei að tala það sem ég langar að tala ef ég púnta ekki neitt niður. Fyrsta sem ég langar að tala í dag, þetta eru ekki mjög margir púntar. Ég er alveg búinn að eiga bara hræðilega viku með þessa púnta. Fyrsta sem ég langar að tala eru ógreidd verkefni í kvikmyndabransanum. Eða lítilgreidd og ógreidd verkefni í kvikmyndabransanum. Mér finnst það pínu crazy. Kvikmyndabransin er held ég eini bransin sem er búinn að normalisa eða svona gera þetta svolítið venjulegt að greiða fólki annað lítið eða ekki neitt. Í þessu tilfelli svona ástæðan af hverju ég er að taka þetta fyrir er að því að ég var í 3 skólaverkefnum, 11 verkefnum bara í síðasta mánuði eða svona síðasta mánuði en byrjun þessa mánaðar var að klára bara síðustu döggur bara á hvað var ekki mánudaginn núna er miðvikudagur það ekki örugglega jú, passar en já, mér finnst það pínu crazy að fólk sé að taka sér ókeypis verkefni. Mér finnst það allir lagi ef þú ert í skóla og þú ert að hjálpa félaginu að búa til mynd, mér finnst það allt í lagi en mér finnst pínu crazy að finna utanaðkomandi aðila til þess að taka þátt sem er að vinna við þetta full time eins og ég þetta er eina sem ég geri en ég er samt í svona hlutastarfi við þetta þannig séð en þetta er samt eina sem ég geri ég er rauninni 75% atvinnulaus samkvæmt skattinum sem er rétt af því að ég er ekki að fá í rauninni full laun fyrir þetta það er besides the point samt mér finnst pínu crazy að skólar
eða nemendur í skóla sé að fá utanaðkomandi hjálp frá atvinnufólki og ekki bjóða því laun. Mér finnst það svona pínu crazy. Það er meira crazy af mér að segja já við því. Ég geri mér fulla grein fyrir því að sökin liggur líka hjá mér fyrir að hafa sagt já við þessu verkefnum, að ég hefði átt bara að segja ég vil fá borgað af því að ég vinn við þetta bara 100%. Þetta er það sem ég geri til þess að lifa og til þess að borða og til þess að anda og til þess að drekka Monster. Monster, ég ætla að taka svo bara. Nice. Það verður að gera með orkunina. Ég er svona rólegur eftir rektina. Þannig það er koffínu til þess að kýla mig inn, sko. En já, mér langar rosa mikið að ranta Ég er búinn að eiga rosa mörg svona persónuleg rant við sjálf og mig að fólk sé að taka sig frí í verkefni og að fólk sé ekki að fá greitt í verkefnum. Mér finnst það pínu crazy. Þetta er svolítið svona, argumentið. Ok, má segja, ég er að nota íslenskuna. Þess vegna er ég að gera þetta. Hvað segir maður? Þetta er svona rökin sem að fólk notar þegar að fólki fengið inn í ógreitt verkefni þú færð verkefni kannski seinna, því sem að er greitt og betra verkefni og þú færð að kynnast fólki og þetta er svona, og líka bara for the love of the game, ég heyri það líka rosa mikið, bara af því við fílum að gera þetta, af því þetta er svona þetta er for the love of the game, þetta er ógeðslega gaman, ég er ekki að segja að þessi verkefni séu leiðileg, þannig séð, þessi verkefni eru ógeðslega skemmtileg, ég er að vinna með ógeðslega skemmtilegu fólki og mér finnst þetta ógeðslega gaman, þess vegna er ég að gera þetta, ef mér finnst þetta ekki gaman, þá væri ég bara í bónus að vinna þar, en ég er ekki að því, þannig að, já, ég þarf að fá pening, þannig að mér finnst pínu crazy, þetta er svona, ég lýsi svo oft sem, að því fólk segir, já, þetta er svona passion project, þannig að, er ekki til að gera þetta, bara eitthvað svona pro bono dæmi, eitthvað svona, bara, þetta er svona passion project, við erum alltaf að gera þetta saman, og þetta er svona skemmtilegt og, góð mórall og eitthvað svona. Ég lýsi svo oft svolítið svona fyrir fólk, til þess að fólk fatti þetta aðeins, hvað ég er að tala er að ef þú myndir tala við einhverja aðra vinnugrein, atvinnugrein, svona, þá myndi bara, fólk myndi hlæja þér og fólk myndi halda að þú væri klikkaður. Ímyndaðir að vera að fá, þú ert að gera eitthvað passion project heima þér, þú ert að gera eitthvað svona ógeðslega flotta eldhús eða eitthvað, þú ert að gera eitthvað passion project sem er bara svona ógeðslega gaman, ógeðslega skemmtilegt og þú hringir í píparavinniðinn eða múraravinniðinn eða eitthvað og þú hringir í vinnin og segir, herru, ég er að gera verkefni sem er rosalega skemmtilegt og þetta er rosalega gaman og það verður skemmtilegt fólk hérna og þú færð fríamat og svona, og þú vill maður, bara múra gólfið eða eitthvað, þú vill pípuleggja eldhúsið eða eitthvað, er ekki til að gera þetta frýtt. Það er crazy, það væri alveg bilun, eða það er bara svona, pípar myndi segja bara, nei, er þetta eitthvað rugglaður, ég er ekki að fara að gera þetta frýtt, eða svona, jú, ég myndi alveg gefa einhvern afsláttari, ég skil alveg afslætti og vinna, fyrir lítinn pening og eitthvað svona, þó ég hef reynda sagt að mér finnst það crazy að vinna fyrir lítinn pening, sem ég finnst alveg crazy, fólk ætti bara að fá borgað, það ætti vera bara minimum laun, það ætti að vera bara lágmarkslaun í kvikmyndabransanum, þar sem fólk fær ekki minni en þetta á tíman eða á dag eða hvað sem er. Mér finnst bilun að fólk er ráðið á einhver svona, bara svona skít og kanilpening. Nú ég var reyndar að fatta, ég ljómaði svolítið eins og kommunisti. En þetta er alveg þess að fólk þarf að geta að lifa á þessu, þetta er ekkert eitthvað, mest alltaf því sem ég gerir sjálfur er tæknilega hlutir. Þetta er ekki listarinn hlutir sem ég er að gera. Mest alltaf þess er að rigga kamerunni upp og vera viss allt virki og hlaðbatterín og skiptum batteri og fókuspóla linsunni og þetta er allt tæknilegi hlutir. Ég er ekkert að gera neitt artistik. Það væri kannski aðeins öðru í sig að ég var að skjóta þetta og ég gæti fengið þetta í portfólió mitt eða eitthvað. En mest alltaf þessum verkefni sem ég er að gera frýtt, hef verið að gera frýtt, ég er hættur núna by the way. Ég er ekki að fara að mæta frí verkefni lengur af því að ég þarf pening. Maður þarf að geta borðað, það er ógeðslega næs að geta borðað, ég fíla alveg að borða, ég held að flestir fíla alveg að geta borðað, wow hvað tíminn liður hratt, shit, wow hvað ég búin að rætta mikið, já ég fíla að geta borðað og ég vil alveg fá borga fyrir það sem ég geri vinnuna minna og ef ég er að fara að leggja á mig rosa mikið af vinnu og ég er að fara að vera þreyttur eftir þetta og ég er að fara bara leggja ógeðslega mikið í þetta, þá væri alveg til að fá borgað
í stæðans að eins og núna þá sit ég uppi með basically ekki neitt, þú veist, ég kynntist alveg nokkur fólki, veit ekkert hvort þetta fólk sé að fara að gera eitthvað verkefni sem að fara, þú veist, redda mér einhverjum pening, þú veist, það ég held að 99% af ókeypis-verkefnum, ef einhver býður þér ókeypis-verkefni og ætlar að borga þér í exposure eða ætlar að borga þér í mögulegum verkefni í framtíðinni, það bara 99% af þeim verkefnum enda ekki í jack shiti, bara ég vil vera algjörlega hinskilinn, eða þú ert nýr í bransanum eða þú ert nýr í kundabransanum og einhvern kemur til þín og segir ég með verkefni sem rosalega cool og þú veist, við erum ekki að fara að borga fyrir þetta en þú veist, ef þetta gengur vel þá kannski mögulega, þú veist, færðu verkefni í framtíðinni, ekki hlusta á þetta fólk, mest alltaf, þú veist, allt sem ég hef gert sem undir þeim kringumstæðum, þess vegna ég hættur að gera þennan verkefni, ég var hættur að gera þennan verkefni og nú ger ég bara verkefni sem fólk í alveg hinskilið. Ég hef alveg gert nokkuð verkefni sem var bara já, þú gerir þetta og kannski verður eitthvað framtíðinni. Það kom aldrei neitt úr því, ég hef aldrei gert neitt. Greiddverkefni hafa leitt af sér önnur verkefni, greiddverkefni, en ókeypis-verkefni leiða aldrei af sér greiddverkefni. Bara til þess að vera algjörlega hinskilinn. Þannig að ef þú byrjar í bransanum, ekki hlusta á þannig fólk sem að lofa þér greiddum verkefnum út frá ógreiddum verkefnum. Það bara ekki að fara að gerast, punktur. Mér alveg sama hvað þau lofa miklu og hvað þau segja fallega hluti og jara, bara segðu annarkvort, þú getur alveg sagt já en ekki vera að búast við því sem þau eru að segja, þú veist, ef þú vilt fá eitthvað í portfólíu þitt, sure, en ekki vera að búast við verkefnum sem þau eru að lofa af því það bullshit. Já, ég veit ekki, það svo mikið annað sem ég vil koma að, ég strax búið með korter. Já, ég pretty much bara að segja bara kvikmyndabransin á Íslandi þarf eitthvað efnahagskerfi og ég sérstaklega, þú veist, litli kvikmyndabransin, ég ekki að tala stóra kvikmyndabransin, það alveg business í honum, ég aðalega að tala litla bransan, þetta svona þessi litlu verkefni, litlu stuttmyndir og eitthvað svona, þú veist, ég veit ekki, það ætti að vera eitthvað svona, eitthvað efnahagskerfi á milli, þú veist, borgaði fólkinu eitthvað, bara eitthvað pínlítið, þó það sé ekki nema, þú veist, einhverju 20 skalla á dag. Ég veit ekki, mér finnst það pínu klikkað, ef þú getur ekki fjármagna verkefni þá ættir ekki geta gert það verkefni. Ég hlýt að geta að klippa orð með eitthvað úr þessu. Herru, ég að fara í alla punktunum minna, þetta ekki að því ég ekki minna á marga punta, ég með alltaf marga punta. Já, mér finnst talandi að vinna kvikmyndabransanum sem alveg erfið vinna, þetta ekkert eitthvað auðvelt jobb, þú veist, það ekkert eitthvað, það getur hver sem bara verið í þessu og bara, þú veist, maður alltaf að stressa sig að hvenær kemur næsta verkefni. Talandi það, mér finnst pínu klikkað að fólk sjáu enga aðra leið í lífinu heldur en að vinna 9-5 vinnu. Mér finnst það bilun. Það bara, það til svo margar aðra leiðir til þess að lifa í lífinu og miklu skemmtilegri leiðir til þess að lifa lífinu heldur en að vinna 9-5 vinnu. Ég var að tala við foreldra mína Írisi, stelpuna sem vil hætta að vinna fyrir 30. Hún vil bara hætta að vinna fyrir 30 af því hún vil gera eitthvað með lífið sitt sem skemmtilegt og hún hefur gaman að. Og fyrsta spurningin sem að foreldra mínir spurðu mig var en hvað ætlar hún að gera þá ef hún ætlar ekki að vinna? Og ég bara, þú veist, það var svona tímapunkturinn sem ég fattaði að foreldrar mínir bara ekki með, þú veist, og líka bara fólk á þessum aldri, þú veist, það bara ekki með skilning á lífinu fyrir utan 9-5 vinnu. Það bara allt í lífinu til þess að vinna 9-5 vinnu, ef þú fyrir skóla þá þetta til þess að finna í 9-5 vinnu, þú veist, bara allt, þú veist, það engin önnur leið til þess að lifa lífinu og fá peninga heldur en 9-5 vinna. Það bara bilun. Ég ekki að fara að vinna frá 9-5 fyrir einhvern annan allt mitt líf. Ég ekki að fara að gera það. Ég neita að vinna frá 9-5 fyrir einhvern annan allan fucking daginn og fyrir hvað? Til þess að eiga rétt svo nóg fyrir því sem ég þarf til að lifa af til þess að vinna næsta mánuð. 9-5 fyrir einhvern annan. Nei takk. Ég ekki að fara að gera það. Og ég held að mjög mörgum líði sambarlega eins og mér. Ef þú vilt vinna 9-5 vinnu sem þægileg og þú fær pening, þú veist, í hverju mánuði, ekkert að því, ég ekki að segja að það sé að því að vinna 9-5 vinnu. En þú veist, mér finnst mjög ósanngjarnt að fólk kynni sér ekki aðra kosti heldur en 9-5 vinnu.
það er bara hana, sumt fólk bara hefur það ekki í sér og svo líka bara, sumt fólk hefur ekki í sér að vinna neitt annað í 95 það bara þarf einhvern til þess að segja því hvað á að gera allan daginn og vilja svo bara fara að dæma eða eitthvað helgar það er ekkert að því, ég er ekki að segja synd að því 95% fólki finnst það bara til lagi en að þú sjáir ekki neina aðra leið og þú sjáir, þú skiljir ekki annað fólk geti lifa lífinu sem hvernig þessi mér finnst það bilun, mér finnst það klikkað bara 9-5 vinna er bara þú veist það er svo bara það er ekkert frelsi þú ert bara að mæta á sama staðinn alla daga og vinna fyrir sama þú veist, já, ég veit ekki ef þú ert að vinna fyrir þú veist, bara svona í verslun þú veist, 9-5 vinna er til þess að þú getur safnað pening til þess að þú getur gert eitthvað annað þú veist, til þess að byggja upp þitt eigið þing er alltaf mitt konsept þannig að já, mjög mikið af fólki sér ekki aðra leið heldur en 9-5 og ef þú reynir að útskýra fyrir því fólki að þú viljir ekki vinna 9-5 þá myndu örugglega fá mjög skrítin viðbrögð og það er allt í lagi þú ættir ekki að þurfa að útskýra fyrir öðru fólki þína drauma og að þú viljir ekki vinna 9-5 vinnu ef þú vilt það ekki, þú veist, þá bara gerir það ekki eða þú bara finnir eitthvað annað það er fullt af öðrum leiðin til þess að lifa lífinu heldur en að vinna frá 9-5 allan daginn já, ég held ég sé eiginlega búin að segja allt sem að ég er eiginlega bara svolítið að ranta en þetta er líka bara rant, þú veist, þetta er bara jafnkast ok, það er ekki jafn mikill tími liðin eins og síðast en það er svona alltaf leið já, hvað er bara að tala um? Ég er búin að tala lítið eða ógreitt verkefni í Grundarmannsson ég er búin að tala það er klikkað að fólk sjá enga aðra leið í lífinu en að vinna 9-5 allavega minnst það bilun þú bara eyða lífinu þú færð bara eitt líf og þú þarf að eyða því á sama stað þú veist, bara alla daga á sama stað þú færð eitt líf þú veist, hvernig verður ekki klikkar að vera á sama stað alla ævinina þú veist, alla daga á sama stað alla ævinina þú veist fólk sem hefur unnið á sama stað í 50 ári eða eitthvað 40-50 ár á sömu skrifstofunni wow, það myndi gera mig klikkaðan þú veist, ég bara bókstaflega gæti það ekki nema þú veist náttúrulega þú veist ég er aðalega að tala fólki sem að þú veist vinnur eitthvað svona dead end job fattur þú veist, ef þú ert flugstjóri eða eitthvað þú veist, það er fucking cool, þú ert að fara á milli staða og eitthvað, þú veist, það er geðveikt þú ert að upplifa nýja staði þú veist, allan daginn það er, þú veist, flugstjóri geti skilið þú veist, ef þú ert að vinna þessum þú ert að ferðast reglulega og ert að gera nýja hluti bara mjög reglulega þú veist, frábært það er svona kannski eina vinnan sem ég myndi mögulega taka sem svona 9-5 en þú veist, já, þú veist, bara tala skrifstofunni, verslun þú veist, ef þú vinnur í verslun wow, ef þú veist eða flestir sem ég þekki sem hafa unnið í verslun lengur en svona 10 ár eru klikkaðir bara flestir og eru bara svona pirraðir og bara svona ógeðslega leiðilega týpur þannig að, ok, ekki allir og það er enda eitt sem að ég veit sem er ógeðslega skemmtilegur sem að vinnur í verslun ég ætla ekki að segja hver er af því að ég veit ekki ég veit það en ég held ekki að droppa nafnum það er ekki það er ekki pointið af þessu en já, ég myndi aldrei geta ég get ekki unnið bara 9-5 vinnu ég er búin að komast að því ég hef ekki þolinmæði það mér langar að gera eitthvað í lífið mitt og bara svona dead end 9-5 vinna er bara ekki fyrir mig og já þú veist, það er ekkert sem gerist ef þú vinnur í bónus á kassa eða eitthvað eða þú veist, verslunarstjóri eða eitthvað hvað þarf að gera? Það er bara svona, það er engin leið upp það er ekkert meira that's it þú veist, ef þú vinnur sjálfstætt eða eitthvað þá er alltaf, þú veist, þú getur alltaf farið eitthvað meira gert eitthvað öðruvísi en ef þú vinnur bara þú veist, 9-5 í einhverju verslun that's it, þú veist, það er bara ekkert meira það er virkilega sem hræðir mig í lífinu er bara, já og líka bara, ég segi fólki, þú veist, fólk segir bara hvað er að gera þú fyrir á húsina og þetta virkar ekki eða þú veist eitthvað þá segir bara, þá verð ég bara eins og þú bókstaflega, ef að fólk spyr þig ef að fólk í fastri vinnu frá 9-5 spyr þig hvað þú ætlar að gera ef að businessin feilar segðu þeim bara í versta falli verð ég eins og þú segðu það bara, af því það er satt í versta falli mynd þú vinna einhverja vinnu frá 9-5
ekki allavega af því að, þú veist, það bara bilun en í versta falli endarðu bara eins og það fólk aftur og ferð að gera eitthvað annað, þú veist, eftir það í versta falli endar þú í 9-5 það worst case, þú veist, worst case hjá þér, eða þér langar að gera eitthvað annað heldur en að vinna 9-5 worst case bara raunveruleikinn hjá 95% eða 99% af fólki bara í heiminum og ekki 99% af fólki en svona, þú veist, meirihlutin af fólki vinnu frá 9-5 það worst case scenario hjá þeim sem vilja gera eitthvað meira þannig að, þú veist risk it, I don't know, ég veit ekki hvað ég að tala ég veit ekki svona hvaðan ég komin ég veit ekki hvað point ég að reyna að segja það ég bara japp eitthvað sem pointið, jappkastið ég held að ramminn sé árið svolítið dimmur en ég veit ekki hvort ég nefnir lagan eitthvað ég held að þetta sé bjartasta fókusin líka breytist eitthvað smá en svona einhvers þar hérna, eða ekki, fínt ég held að þetta sé fínt, svona já, wow, herru já ég veit ekki, þetta er svo leiðilegt subject sem ég er búin að skrifa já, líka bara, þú veist venjulegt fólk já, minnst það ekki að klikka, venjulegt fólk þegar ég segi venjulegt fólk þá er að tala fólk í 9-5 sem að skilur ekki, þú veist, meira en það bara venjulegt fólk hlægir alltaf að öðru fólki fyrir að reyna en svo horfir það, þú veist, upp til leikara sem að gera það sama og fólki sem að gera greina já, ég veit ekki ég veit ekki hvað að segja mér það en oftast það, þú veist já, ég heyri foreldra mína og nú er ég reyndar að tala rosa mikið foreldra mína ég held að foreldra mína sé fólki sem ég að taka sem venjulegt fólk en foreldra mín minnst mjög fyndnir þeir skilja ekki hvað ég vil gera og það bara ég bara failure í þeirra, ég bara í búin í lífinu það bara lífið mitt bara, þú veist, ónýtt fyrir þeim þeir skilja bara ekki hvað ég vil gera en þau eru alltaf að tala þú veist ný bók var að koma út eða þessi mynd var að koma út eða eitthvað og ég bara eitthvað, já, þú veist hver að gera þetta? Þú veist, það fólki sem að hugsa eins og ég sem að vil gera eitthvað annað heldur en bara 9-5 þannig að, já, ég veit ekki þessi pointur var eitthvað svona, kannski tekið þetta betur næst í appkastinu wow, hvað þetta bara já, ok, flesti punktur þarna eru bara basically bara fólk sem finnst eðlilegt að gera ekki nema að vinna ég veit ekki vil taka það ég mun örugglega að fá eitthvað heit á mig nei, þetta samt taka þetta, fuck it ógeðslega feitt fólk hvernig eða bara svona hvernig endaru í þú veist næstu í 200 kílóum bara ef 200 kíló bara af fitu bara og hreyfir þig ekki bara svona ég horfi stundum á ógeðslega feitt fólk sem bara á erfitt með að þú veist lappa úr einum stól í annan stól bara þú veist bara nokkuð skref mér finnst bilað bara svona hvernig endar svona eða bara svona hvernig þú veist þetta eitthvað sem ég skil ekki bara svona hvernig þú veist hvernig bara hreyfir þig það lítið og borðar það mikið að þú endar bara crazy feitur bara svona einhver svona 200 kíló mér finnst það bilað þú veist, ég fæ örugglega eitthvað heit á mig og bara þetta fólk getur ekki stjórnað eða eitthvað svona andleg vandamál og eitthvað svona sem örugglega rétt, þú veist ég veit ekkert það, ég að spyrja þú veist, þetta bara svona ég að hugsa upphátt þegar ég sé feitt, ok, feitt fólk mér finnst ég alveg svona, ég ekkert eitthvað svona í toppstandi fattari, ég að reyna eða, þú veist, en ég þú veist, mér finnst ég stundu vera svona, ok, smá svona úr formi svo þegar ég sé bara svona huge fólk sem bara næstu í kúla og ég bara, wow þú veist, hvernig gerist þetta bara, þú veist, hreyfur þig ekkert bara, þú veist, ferði ekki eins og nú rúminu eða bara, hvernig getur þið hreyft þig ekkert hvernig það hægt bara, þú veist, í alvörunni bara, hvernig lifur þið bara andlega af áður þess að bara fara út og hreyfa þig eða lappa í búðina eða eitthvað bara, hvernig getur þið verið með svona litla hreyfingu og bara svona mikinn og ógeðslega mat bara
aftur, þú veist, ég gerir mér alveg 100% fulla grein fyrir því að það eitthvað andlegt þarna bakvið, þú veist, það hlýtur að vera, þú veist, það hlýtur að vera eitthvað andlegt þarna bakvið þarna og ég ekki, þú veist, ég ekki að seima þetta fólk einhvern veginn, jú, örugglega, en þú veist, ég ekki að, það ekki áætlunin mín, þú veist, ætlunin mín ekki að seima þetta fólk, ætlunin mín aðalega bara að spyrja, bara, þú veist, ég bara forvitin, ég bara í alvörunni forvitin hvernig þetta getur kerst, bara, þú veist, ég ekki að hreyfa mig mikið, en ég hreyfi mig samt alveg svona það mikið og ég borða ekki það mikið að ég sé svona feitur, fattur, þetta er bara svona, ég get ekki ímyndað mér verri lífstíl heldur en minn lífstíl. Kannski það vandamálið, ég veit ekki, þú veist, ég náttúrulega get ekki ímyndað mér þetta af því að þetta ekkert, þú veist, ég lifi ekki þessu lífi. Mér finnst það samt bara pínu klikkað, að þetta bara, þú veist, eins og segja, þetta jappkastið, þú ert að hlusta á mig jappa, þetta þér að kenna. En já, mér finnst það pínu klikkað. Ef að hætta alveg með þetta, af því ég hefur ekkert, þú veist, ég bara spyrja spurningu, þú veist, þetta ekkert eitthvað, þú veist, hlutir sem að, en ég horfa oft á Facebook og bara eitthvað, hvernig, eða bara svona, ándjóks, mér líður illa fyrir því, eða ég alveg bara svona, ég vorkenni alveg pínu, bara svona, þú veist, hvernig gerðist þetta bara, þú veist, bara svona, þú veist, og þetta gerist ekkert bara eitthvað á, þú veist, nokkur mánuðum, þetta alveg svona nokkur ár, þú veist, þetta tekur til að gerast, þú veist, þú verður ekki 200 kíló á nokkur mánuðum, eða, þú veist, getur það örugglega, en þú veist, ekki bara eitthvað svona, ég veit ekki, kannski var þetta fólk bara aldrei alveg upp við hreyfingu, ég veit ekki, eða það bara svona, stundum hugsaði bara, ég veit ekki, ég að reyna að setja mig inn í huga fólk sem ekki að lifa lífi eins og mínu. Ég ekki bara að taka neitt af þessu. Ég samt alveg komið miklu meira orku en ég var með það. Hvað erum við á tíma? Já, cirka hálftíma eftir. Ok, það alveg gott. Ok. Nei, wow, nú ég hugsa, ég að lesa eitthvað allt annað. Ég að lesa nótu fyrir verkefni en ekki, ok. Já, smá motivational. Réttu eftir það, ég var að dæma veit fólk hvað það er heit. Smá motivational momentið það. Ef þú heldur, ég veit ekki hvernig að segja. Ég er að hugsa hvernig ég get klippar með þetta. Já, ég ætla bara að byrja að tala. Ef þú hugsar út í það, ef þú heldur að þú getur ekki gert eitthvað, ef þú heldur, ef þú heldur að þú getur ekki gert eitthvað, eins og stofna fyrirtæki eða byggt eitthvað upp, þá mæli ég með að hugsa út í það að allt í þessum heimi sem þú sérð var byggt upp af fólki með sambærilega stóra drauma og þú, sem var örugglega í verri aðstæðum heldur en þú. Ef þú horfir á bara flest fyrirtæki sem að þú lítur upp til og segir, mér langar að gera þetta, en ég get þetta aldrei af því að þú veist, ég get ekki, ég hef þetta ekki í mér. Ég mæla með að hugsa út í að allt sem að þú horfir á í umhverfinu okkar, bara, öll vörumerki, allar verslanir, allt þetta dót sem að þú sérð á bara daglegum nótum, þetta bara hlutir sem að venjulegt fólk bjó til. Þetta fólk ekkert meira öðru sem, jú, ok, kannski einhverju með eitthvað hærra IQ og einhverju með ADHD og eitthvað svona, en mest alltaf fólkinni sem að byggja eitthvað bara fólk sem að, læra það, bara á meðan þú ert að gera það, og það líka það sem ég segir rosa við oft við fólk, bara svona, ég reyna allavega að vera smá motivational, fólk með litla sjálfsmynd, slæma sjálfsmynd og þú segir, ég get ekki gert neitt, eitthvað svona, ég myndi aldrei geta gert þetta eða eitthvað, ég hef það ekki í mér eða eitthvað svona, ég myndi aldrei geta það, bara þú gerðu það bara, reyndu bara að gera það og þú myndi aldrei geta gert það sama og það sem þú ert að horfa á og það munur ekki vera eitthvað flott, en svo bara gera það aftur og svo bara gera það aftur og bara læri með að gera, það það sem ég að gera núna, ég hætti vinnunni, ég veit ekki hvernig það virkar að vera, freelance, að vera verktaki, bara eitthvað ógeðslega skeri skref eitthvað, að fá laun í hverju mánuði ógeðslega þægilegt, ég var samt að vera bilaður að vera þinni, ég var bara hausum að vera að springa þann daginn, það er samt ekki alveg besta samt orðið, af því að ég minn sagði líka mjög oft, en já, ég var bókstaflega að vera klikkar að vera þinni, að þetta var bara, að vera inni í sama kassanum allan fucking daginn og vera ekki með frelsi til þess að gera það sem mér dettur í hug hverju sinni, bara, stundum var ég bara, ég með langar svona vídeo
eða eitthvað, og þá gæti ég ekki gert það af því að annarkvort þannig að það var fólk inni, þú veist, þetta var verslun eða þetta er verslun, þannig að fólk er að inni að spyrja spurninga og hvað og þú veist, ég hafði aldrei tíma til þess að gera það sem mér langaði að gera og svo bara í enda dags var ég bara of þreyttur til þess að gera það sem mér langaði að gera þannig að það er bara það sem gerði mig klikkaðan að vera inni þannig að, og það sem ég er að gera núna er bara að læra af því, þú veist, læra af mistökunum mínum ég er búin að gera alveg fullt af mistökunum sem er búin að kosta mig fullt af peningum en ég er búin að læra því og þú veist, ég er að vinna með það og þú veist, ég er búin að átta mig á því að flestir sem er að gera það sama og ég eða allavega það sama og mér langar að gera er bara fólk sem að er bara á sama level og ég og er bara að læra það á meðan að gera það þannig að það er alltaf það sem að mér það sem ég sé í heiminum er bara fullt af venjulegri fólki sem að veit rosa lítið hvað það er að gera og þú getur ekki ímyndað þér ég ætla ekki að nefna neinu nöfnina en mjög margir af flottasta fólkinu sem var þarna inn í búðinni sem var bara að gera stórkostlega hluti vissi ekki neitt um hvað það var að gera þú veist, ég fekk bara fáránlega basic spurningar frá fólkinu sem var bara að gera crazy flotta hluti þannig að já, þú veist, bara leikstjórum, ljósmyndurum, kvimðagerðar fólki þú veist, bara, sem að ég bara leit upp til áður en ég byrjaði að vinna það sem var bara, wow, þetta er crazy, þú veist, bara þessi gæði, þú veist, hvernig getur hann gert þetta og svo bara þegar ég byrjaði að vinna það þá var ég bara að tala til fólk og þetta fólk var bara þú veist, það var bara að reyna, það var að prófa sig áfram og ég held að það hafi verið alveg svona punkturinn sem ég fattaði bara, já, ok, þú veist, þetta er bara venjulegt fólk mest allt af fólkinu sem að ég er að tala við í vinnunni er bara fólk sem er bara að læra og bara er búið að sætta sig við það að það veit ekki þú veist, það veit ekki ógeðslega mikið af hlutum þú veist, ef þú ætlar að gera eitthvað merkilegt þá verður þú bara að sætta þig við það að þú ert aldrei að fara að vita allt áður en þú byrjar besta leiðin til þess að læra er að gera það þú veist, ef þú vilt fara í ef þú vilt byrja að vinna sjálfstætt þú veist, þá þarftu bara að gera það þú þarft bara að gera mistök og þú þarft að læra mistökunum og þú þarft bara að gera betur næst og svo þarftu bara að gera fleiri mistök og læra þeim mistökum og þú veist, á endanum myndu gera það mörg mistök að þú verður búin að læra það mikið að það verður ekki vandamál lengur en þú veist, þú munt aldrei læra allt það er bara 100% þú veist, ef það er eitthvað sem ég ætla að koma í alheiminn er að þú munt aldrei læra allt en þú munt alltaf læra eitthvað nýtt þú veist, ef þú heldur áfram bara að gera þá munt alltaf læra eitthvað nýtt en þú munt aldrei læra allt það er enginn sem veit allt þú veist, fólki sem ég er að tala í bransunum veit kannski fullt af öðrum hlutum sem ég veit ekki en svo kannski þegar kemur að tæknilegum hlutunum þá er það bara þú veist, þá veit ekki neitt sem að, þú veist, er bara beilum fyrir mér en svo kannski veit að hellinga öðrum hlutum sem að ég er ennþá að læra þannig að já, ef það er eitthvað svona motivational hvernig segir maður íslensku nei, þetta er bara motivational ég nenni ekki að finna orðið ef það er eitthvað motivational sem ég myndi setja út í alheiminn er þetta þú munt aldrei vita allt það er bara þannig, þú þarft bara að sætta við það þú munt aldrei vera tilbúin í að gera það sem þið langar til þú þarft bara að gera það er eina leiðin til þess að gera það sem þið langar til að gera er bara að gera það og þú munt gera mistök og það er allt í lagi að gera mistök og þú munt bara læra þeim og það er enginn að fara að taka það lífi fyrir að gera mistök ok, ég segi ekki allir, enginn en en það er í alvörunni enginn þú verður líka að geta hugsað fram hjá mistökunum þú veist, þú verður að geta hugsað fram í tíman meira fram í tíman heldur en bara ég mun gera mistök og þú mun feila og eitthvað svona gera þú verður bara að hugsa þú veist, ég mun aldrei læra neitt nema að gera eitthvað það er bíll að fara mjög hægt fram með frá mig ég held að sé sem ekki búin að spotta með kameruna ég held ég sé alveg búin að segja nóg til þess að klippa um þetta alveg helling en já, það er bara, þú veist, það er bara satt, þú veist, ef þú vilt eða langar að gera eitthvað, þá verður bara að gera það er bara engin leið, þú getur ekki bara setið og bara sagt, ég mun aldrei læra þetta eða þú veist, ég kann þetta ekki og ég veit ekki, þú veist þú getur ekki bara setið og beðið eftir einhver annar ekki einu sinni annar, þú getur ekki bara setið og beðið og bara beðið eftir og læra allt, þú veist, þú munt aldrei læra allt en þú lærir helling á því að byrja
en þú veist, það er bara það, þú verður bara að sætta við það að þetta er ekki um mig en já, þú verður bara að sætta við það að þú munt aldrei læra allt og þú munt aldrei vera tilbúin þú verður aldrei 100% tilbúin eða gera það sem ég langar til að gera besti tíminn er alltaf bara núna þú veist, besti tíminn er alltaf núna og þú munt bara læra af leiðinni þú veist, í gegnum það sem ég langar til að gera það er eina leiðin sem þú hefur þú veist, þú getur ekki bara setja heima og horta á YouTube-vídeó og reynda að skrifa eitthvað niður og búist við að þú lærir allt að þetta er eina leiðin til þess að gera eina leiðin til þess að læra er bara að gera það er alveg leið, þú veist, það er engin önnur leið ef þú heldur þessi engin önnur leið, þá ertu bara þú veist, ég veit ekki hvað að segja ef þú heldur að það sé einhver önnur leið þá bara, þú veist, gerðu svo vel, þú mútt búið til þetta í appkast og segja það en það er eina leiðin, það er bara bókstaflega leiðin já, ég held að ég sé alveg komið alveg fullt af punkt bara, ég veit ekki, já, vá ég er búin að tala í alltaf langan tíma fake it or make it heimskara fólk er að gera stærri hluti en þú já, TLDR fake it or make it, heimskara fólk er að gera stærri hluti heldur en þú stærri hluti heldur en þið langar til að gera réttar sagt er ég eitthvað meira nei jú, ég er samt með eitt hluti ég myndi svona langast en ekki það er alveg svona erfitt topic sko sem ég langar eiginlega ekki að fara í en ég þarf eiginlega að fara í það topic samt sko já, lífið er leikur að tölum reyna nógu oft það er svo satt já, bara sigurvegarar eru bara lúserar sem að prófuðu einu sinni viðbót ég heyri það rosa oft, það er rosa satt þú veist, bara halda áfram bara sama hvað, bara þú veist ef þú fyrir á hausinn, bara ferðið í vinnu og vinnur upp með aðeins meiri penning og bara prófa aftur, þú veist, það er ekkert þú veist, lífið er bara leikur að tölum talaði bara við nógu mikið af fólki þú veist, ef þú færð 1% af fólki til þess að segja já, þá bara talaði við 100 ef þú tróði 100 manns, þá þarftu bara eina manneski til þess að segja já þú veist, ef þið langar að nú tek ég reynda bara, þú veist, mig sem dæmi þú veist, ef þið langar að vera með markastofu og langar að selja, þú veist, markasefni eða markasvídeó eða whatever bara, þú veist, talaði við 100 manns þú veist, ef þið langar að eignast kærustu eða kærasta, talaði við ok, þetta er þetta ég ætti reynda að gera þetta er til mín líka halló, þetta er sko motivational fyrir mig ef þið langar í kærustu, talaði við 100 gælur þú þarf bara eina til að segja já that's it þú veist, ef þið langar að búa til vídeo fyrir einhver fyrirtæki talaðu við 100 fyrirtæki og þú þarf bara, þú veist, eitt fyrirtæki til að segja ok, kannski aðeins meira það en þú veist, þetta er bara leikur að tölum, fattarðu, þú veist, þú munt fá nei, endalaust og þú þarf bara venjast því, þú getur ekki bara hætt þegar þú fær fyrsta neyið þú veist, þú fær nei, geggjað þú veist, næsti, bara fáðu annað nei, fáðu bara reynda að fá eins mörg nei og þú getur það er bara, lífið er bara fáðu eins mörg nei og þú getur spurðu bara eins fáránlega spurninga og þú mögulega getur og það mun einhver segja já á endanum af því, þú veist, það er allt þú þarf bara bara pínlítið prósentu til að segja já þannig að það er alltaf mitt ráð til allra bara sama hvað ég langar að gera spurðu bara nógu mikið af fólki nógu oft og einhver á endanum mun segja já þetta er ekki flókið eða langar að bara saman hvort þið langar að selja eitthvað gera eitthvað fyrir fyrirtæki eða langar í 9-5 vinnu ég er nýbúin að þessa 9-5 vinnur eða langar í 9-5 vinnu við eitthvað ákveðið spurðu bara fullt af fyrirtækjum og spurðu bara nógu oft og þú veist, fáðu bara eins mörg nei og þú mögulega getur af því að á einhverjum tímapunkti myndi fá allt í einu já og þú veist, það er bara geggjað Monster, ég veit ekki hver flytur í Monster en ef að þú vilt sponsora með Monster þá máttu alveg gera það þetta er pretty much eini drykkurinn sem ég drekk þetta og Collab ef þú vilt sponsora mig þá get ég haft Collab í næsta vídeoi mér finnst bara Monster
cool af því að þú veist, það er svona svolítið gym og þú veist, ég fyrir að rækta þannig að það er svona viðandi. Já, talandi um þetta mér langar ekki alveg að tala um þetta. Það er næsta sem ég langar að tala um er að þetta er svona þetta er ekki svona, þú veist þetta er alveg bara svona pæling sko, þú veist hvenær hættur að hjálpa fólki áður en þú köttar það af. Þetta er alveg, þú veist ef þú ert að hjálpa einhverjum til þess að vera betri og þú ert að hjálpa einhverjum til þess að komast úr þunglindi eða einhverju svona andlegu vesenni og þú veist hvað manneskjan getur gert, þú veist, þú vilt hjálpa henni en manneskjan bara vill ekki hlusta á þig eða vill ekki, þú veist, fá hjálp en hún samt kvartar yfir þig fullt. Þú veist, hversu lengi ætti maður að reyna að hjálpa þessari mannesku, þú veist ef þú ert að reyna að draga manneskinu upp og þú veist, bara reyna að peppa henni upp og bara segja allt, þú veist, þú reynir allt þitt besta og ekkert virkar, þú veist, það bara, hún er ennþá bara ógeðslega þunglind og þú veist, hvenær á maður að hætta, þú veist, þetta er svona þetta er, eins og ég segi, þetta er erfitt topic, þú veist, þetta er kannski vinuðinn sem þú langar ekkert að kötta af en þú veist, hvenær þarftu bara að segja já, ok, þú veist, þessi manneska er ekki að gera neitt fyrir mitt í lífinu, þú veist, hún er aðalega bara að draga mig niður, þú veist, með henni af því að ef manneskjan er bara að reyna, þú veist, niðra sjálfan sig hefur ógeðslega lítið sjálfstraust, er bara ógeðslega lélega sjálfsmynd sama hvað þú reynir að þú veist, konvinsana eitthvað annað eða sannfæra hana eitthvað annað sama hvað þú reynir að gera þá bara heldur hann áfram að vorkina sjálfur sér og segja, ó, ég var svo mikið bátt, ó, ég vildi ekki gera þetta, ó, ég vildi ekki gera þetta. Hvenær á maður bara að segja þú veist, nei, hvenær á maður að segja bara þú veist, ok, þetta er ekki þú veist, mér langar ekki þessu orku þú veist, þetta er orka sem að ég vil ekki hafa í lífinu mínu en þið þykir óslega vænt þessa mannesku, þetta er svona og ég er að tala um að, þú veist, að ég er að tala um þetta óslega seint í þettinum að því ég veit að þessi manneska myndi aldrei hlusta svona lengi á hana þátt kannski sendir einhverjum þennan part ef einhver veit hver sem manneska er ég veit ekki, þú veist mér langar ekkert að kötta þessa manneska, þú veist, mann langar ekkert að kötta manneska að sjálfsögðu ekki, þetta eru vinirnir þetta eru svona þetta eru vinirnir, þið þykir vænt þessa manneskur, þú veist, það er ekkert þú hefur eitthvað ástæði þannig séð til þess að þú veist, eitthvað svona þetta er ekkert eitthvað bad thing, þetta er bara svona hvenær segir bara, já ok, þessi orka er bara ekki að virka fyrir mig, þú veist, þessi orka er bara þessi neikvæða orka, þessi bara svona ógeðslega mikið, bara svona ég get ekki þú veist, ég myndi aldrei geta þetta, ég er svo þú veist, heimsk og ef manneskjan er alltaf bara, ég er svo heimsk og þú veist, ég get ekki neitt, ég er svo ljót og lítil og heimsk og eitthvað svona, þú veist ok, þetta er endar, fuck, ég veit ekki hvort ég get þetta inn í ég var að þetta inn í, ég tók þetta upp ég veit ekki hvað með að segja bara svona niðrandi hluti sjálfur sig bara, ég er ógeðslega, þú veist bara manneskjan er alltaf bara niðrandi sjálfur sig bara, þú veist, þú heyrir bara ekkert nema bara neikvæða hluti frá þessari mannesku já, bara spurningi mín er bara ef þú ert ennþá að hlusta spurningi mín er hvaða tímapunktur áttu að kötta þessa mannesku af að mér langar það ekki þú veist, mér langar að sjá þessa mannesku þú veist, gera betur og þú veist, skara fram úr og ég veit hún getur það þú veist, bara svona ef hún myndi bara hlusta og þú veist gera það sem annað fólk er að segja henni að gera til þess að vera betri þá þú veist já, ég veit ekki eins og sé, þetta er erfitt topic þetta er alveg svona, mér langar eiginlega ekki að tala um þetta en ég þarf eiginlega að koma þessu út um mér og ég hef gefna sálfræðing þannig að too bad þið fá að fucking heyra þetta
Já, ég veit ekki. Ég ætla að pæla hans í þessu. Þetta er ekki skemmtilegt topic. Þetta er ekki gaman. Það er ekki gaman að tala um þetta, það er ekki gaman að hugsa út í þetta. En þetta er hlutir sem maður þarf að hugsa út í. Lífið er ekki auðvelt. Enginn sagði að lífið er auðvelt. Og þetta er alvöru hlutir sem maður þarf að pæla í. Og já, ég veit ekki hversu mikið á maður að reyna að hjálpa mannesku áður en að maður þarf bara að katta hann af því að hún er bara að draga þig niður eða bara svona með sér og með allt ég var að sjá símanúmer sendibílastöðin sem er bara 5676767. Vá, ég er svo brennur þetta, ég þarf að hætta dómskóla. Það er líka annað sem ég vil tala um er dopamin rotting. Já, hættum að tala um þetta. Ég held ég búin að tala nóg um þetta. Þetta er held ég alveg komið út um mér. Já, þetta er erfitt topic sko. Þetta er svona þegar þú reyna að byggja upp lífið þitt og þú reyna að hafa allt svona frekar positíft og jákvætt og þú veist bara reyna að byggja upp eitthvað, þú reyna að vera uppbyggilegur, fattar ég. Eða svona og svo bara er þessi manneskja bara í lífinu sem þú reyna að draga upp með þér sem er bara ekki að leyfa þeirra. Hún er bara svona algjörlega ekki að leyfa þeirra. Og það er bara svona sjúklega erfitt dæmi. Þannig að já, ég veit ekki. Er ég ekki að taka upp? Það verður fucking sucka, ég myndi ekki að taka upp. Já, hvað var ég að segja meira? Doomscrolling. Það er doomscrolling. Ég ætla að hætta doomscrolla. Ég er svona alveg pæli að fara í mission í næstu viku og bara tjalda einhvers staðar. Þegar mér langar pínlítið að sjá bara hvernig lífið mitt er á þess að vera með síminn. Ég veit að það er rosa hættulegt og ef það er einhvers frá björgunarsveitinni að horfa á þetta þá mun ég örugglega reyna að samfæra mig um að fara ekki í óbyggðir, ekki með símann minn. En mér langast alveg pínlítið að vita bara svona hvernig lífið mitt væri án símans. Bara svona, ég myndi bara skilja símann minn eftir og fara bara einhverstaðar í óbyggðir með tjaldið mitt og bara svona í viku. Þú veist, ég er að tala um alveg 7 daga. Bara ekki neitt doomscrolling, ekki neitt. Þú veist, ég er að raka. Ok, þetta er bara verið sem það. Ok, þá get ég slagt að þessu. Mér langar alveg pínu að vita hvernig ég yrði á þess að doomscrolla. Það er alveg svona ég held að það er alveg áhugavert að bara hætta doomscrolla í svona viku og sjá bara hvernig við líður og bara sjá svona svolítið svona effektin sem að síminn minn hefur á mig. Að maður þarf alltaf að sjá bara eitthvað svona crazy, þú veist, órönnuleg líf og bara eitthvað svona og svona, þú veist, hefur þetta náttúrulega rosa mikil áhrif á mann náttúrulega líka. Þú veist, á hvað maður gerir yfir daginn og þú veist, en náttúrulega maður sér náttúrulega hellinga motivation, þú veist, bara, þú veist, Instagram mitt og TikTok mitt er yfirgnæfandi magn af motivation og stöfi en mér langar alveg að vita hvar ég væri án þess. Þú veist, það er svona motivation stuff, þú veist, gym stuff svona líka sagt þar, já, dot. Þannig að ég, þú veist, ég er alveg pínu forvitin að vita hvað ég yrði án þess. Þannig að já, mér langar alveg svona, já, ég er alveg að hugsa að gera það í næstu viku. Svo náttúrulega nýr Instagram, allavega TikTok account, ég eftir held ég að búið til nýjan Instagram account. Elvar on Ice number 2. Ég bókstaflega hafði ekkert betra hugmyndaflug heldur en að segja bara gamla accountið mitt með 2 fyrir aftan. Þannig já, ég veit ekki hvort ég geti breytt í en við sjáum til. Kannski, jú, ég held ekki geti breytt í. Við sjáum til. En já, það er accountinn sem ég mun droppa clips úr þessu podcasti á. Og líka bara vera meira svona personal þar og reyna svona aðeins að fylgja. Þess að mér langar að byrja að vlogga. Ég held að það er alveg svona pretty cool. Ekki vlogga kannski en svona meira að segja frá svona behind the scenes, hvað ég er að gera á daglegum nótum, hvað er svona, þetta er það sem ég gerði í dag til þess að ná draumunum mínum eða eitthvað svona, þetta er það sem ég gerði í dag til þess að koma draumunum mínum einu skrefi fram.
ég held að það alveg freka cool ég held að fólk fíli það alveg og ég líka, þú veist, geti alveg notað það sem svona motivational dæmi að, þú veist, ég þarf að setja inn content og þú veist, ég þarf að posta contenti og ég þarf að gera eitthvað cool fyrir daginn minn og ég þarf að fyrir rektina og ég þarf að taka upp vídeo og eitthvað svona en ég held að það alveg gaman að gera það þannig ég ætla að nota second accountum minn fyrir það og svo hefa meira svona professional content á hinum accountinu meira svona, þú veist, kannski cinematic stuff meira svona professional stuff sjá bara til það allavega pælingin eins og já ég veit ekki, það alveg svona 5 nei, býðu 7 myndir eftir, 8 myndir eftir ég alveg búið með allt ég alveg búin að koma með þessi já ég veit það meira það jafnkvæmst svo næs ég næði svona einhvern veginn öll út um mér líka miklu ódæröldur en sálfræðingur bara tekja upp og svo bara posta því á fucking YouTube ég byrja að auglýsa þetta á settum og svona þegar ég að tala um fólk þá byrja ég að tala ógeðslega mikið og svo svona fatta ég, shit, ég að jappa og þá segi ég, herru, ef þú vilt meira þá getur þú hlusta á jappkastið á YouTube og eitt félagi mig hélt að þetta væri grín sem var eitthvað fyndið að ég var bara já, þú vilt hlusta mig jappa meira og ef þetta ekki komið nóg á mér í dag þá getur þú farið inn á YouTube og skoða jappkastið félagi mig bara já, fyndið eitthvað svona og ég bara já, þú veist, hérna fyrsti þátturinn og svo sýndi hann bara vídeó og hann bara, er þetta alvöru? Og ég bara jöp, þetta alvöru þetta bara ég með mikrofónin í herbygginu mínu í þessu tilfelli út í bíl af því að, þú veist, ég ekki að einhver annar sé að hlusta mig valdi meira public stað heldur en herbyggið mitt en það aðeins skára af því að, þú veist, fólk bara galpa í kringum mig og hvað fyrir rektina og það enginn að hlusta mig svona continuously fattari og ég get ekki kvartað yfir fólkinu sem að, þú veist, heima á mér ekki kvarta, þú veist, ég elskar um pappa en þau eru bara svona fatta ekki, þú veist, þau ekki með, þú veist, þau bara svona þau spyrja bara eitthvað, hvað gerir það fólk eða hætta að vinna bara eitthvað allt annað nema að finna, þú veist vinnan bara means to exist þú veist, þú vinnur og svo ferði heim og gerir eitthvað annað þú veist, kannski langar mig bara að gera eitthvað annað allan daginn þú veist, kannski langar mig að, þú veist, ferðast einhver land og kynnast fólki og þú veist gera eitthvað í lífið mitt, þú veist, ég á bara eitt líf og þú veist, þetta bara eitthvað þú veist, og einhverju trúi að ég eigi tauglíf fólki sem að sér yfir peysunum minna trúir því ég ekki trúaður ég var svona pínu questioning þegar ég keypti þessa peysu aðalega samt að mér fannst þetta fucking cool og líka ég sé rosa marga að nota svona djöfilinn og eitthvað sem tískuækon þannig ég hugsaði bara já, þú veist, hvað ég kaupi ekki bara, þú veist, með Guði og Jesú og eitthvað það bara úr sem bók þannig að reyndar ekki í biblíunni þá kemur ekki djöfillin framhældi fyrir bara eitthvað mjög seint í Gamla testamentinu held ég manna ekki ég ekki búin að lesa svona langt í biblíunni en biblían actually alveg cool bók ég mæla alveg með að lesa hana sko þetta alveg, ég ekki ég komin í gegnum fyrstu 7 bækurnar held ég og ég ennþá svona pínu að fatta hvernig þetta þetta svona gamall í íslensku þetta svona, þú veist, rough read sko þetta ekkert eitthvað svona þetta ekki hluti sem þú lest eitthvað, þú veist, bara eitthvað svona bara eitthvað, já, þú veist, chilla, þú veist, eitthvað svona þú veist, þú þarft í alvörun að hugsa af því þetta bara svona aðalega bara ekki út af kontextinu, þú veist, þetta bara svona út af orðunum, þú þarft að fatta orðin sem í gangi en já, biblían alveg cool bók sko þetta bara ég ekki alveg þú veist, ég ekki alveg á þeim nótum að þetta sé eitthvað alvöru ég held að sé bara miðað við sönnugögnin sem eru til biblíuna og hvernig það var til ég held að sé ekkert mjög mikið veist, ég ekki alveg sannfærður það að þetta sé eitthvað alvöru plus, þú veist, fullt af vandamálunum við Guð og, þú veist, hvar hann ef hann til, þú veist, hvar hann búin að vera síðustu 2000 ára eða eitthvað cirka bát, já, eitthvað hannig og líka bara mjög mismunandi, þú veist greinar af trúarbröðum, þú veist, þú ert með kristin trúarbröð og svo ertu með múslima og, þú veist, og líka inn í þeim ertu líka með fullt af fólki sem er bara ógeðslega ósammála fullt af hlutum
Þannig að ég veit ekki alveg hvort að, þú veist, eða það væri til Guð, hvort að það væri hlutur. Ég ætla nú ekki að tala eitthvað allt og mikið trú, en svona pínlítið. Ég held að tíminn sé að vera búinn. Sagði ég 6-7 mínútur yfir. Hvað er múin að teka lengi? Ég sé það ekki. Ég dimdi skjáða mér alltaf mikið. 52 mínútur, ok, 5 mínútur eftir. Ok, það er alltaf leið. Hvað er ekki þess að 5 mínútur? Ég ætla nú ekki að tala mikið trúabröð. Ég held að sé nú ekki eitthvað skemmtilegt topic. Mér finnst alveg trúabröð saman. Ég er svona Alex O'Connor fan, sko. Þú veist, ég hef alveg gaman að því að stöddja trú og trúabröð og eitthvað svona, og bara lore, þú veist, Biblían er alveg heavy lore, fattur ég, þetta er alveg svona heavy, þú veist, ef þið langar í lore, lestu Biblíuna, þú veist, ef þú hefur gaman að bara einhver svona Lord of the Rings dæmi og eitthvað svona, þú veist, lestu Biblíuna, það er ekki crazy lore í henni. En já, ég veit ekki, ég held að ég er búin að fara yfir allt, það er einhver gæla bara eitthvað setjandi í einhverjum bíl, það er hliðina mér, einum bíl við burtu. 5 mínútur eftir, ég veit ekki, fallegt veður, það er svona cumulus ski hérna við hliðina mér. Ég er frá fund á eftir, ég er byrjað að reyna að mæta meira á aðalfundina hjá björgunarsveitinni minni. Þannig að hann er klukkan 8 í kvöld. Þannig ég ætla að reyna að mæta í það, snjóflóðanámskeið helgina. Veit ekki alveg hvað við ætlum að finna snjó. Það er svona smá vesen. Ég held að þeir skipulegu námskeið þegar það var snjór og núna kom rigning og það er engin snjór. Þannig að við þurfum að finna eitthvað skafl til þess að vera í. Sjáum til hvernig það verður. Þannig að það er bara gaman. Og já, sveitaferðin, fór í hana, fucking gaman. Það er ógeðslega gaman að vera í björgunarsveit og líka bara vera með fólki sem hefur gaman af sömu hlutum og þú. Þegar þau eru ógeðslega gaman að vera bara eitthvað úti, þú veist, aðmoka fucking bíl upp í snjó eða eitthvað, þú veist, það er bara, þetta er sjúklega gaman. Þetta var alveg krefjandi en þetta var alveg gaman. Ég hefði viljað aðeins meira hands-on með bílana, en það eru aðrir sem að, þú veist, eru með reynslu en ég og þú veist, taka þetta svona að sér, en ég væri alveg, mér langar að læra meira bíla, sko. Ég væri alveg til í að fá bara, þú veist, fá meira svona hands-on með bíla, þú veist, að draga bíla, þú veist, pumpa þurr í dekkin eða, þú veist, áfelgast eða eitthvað svona, þú veist, það er ógeðslega gaman, sko. Ég held að það væri alveg mjög skemmtilegt að fá að prófa það einhvern tímann. Þannig að ég held að 100% að fá mér einhvern stærri bíl, sko, þegar ég flytja heimann. Talandi það, need money for that. Þannig að big plans coming, stór plan coming, stór plönin frá að koma. Ég veit ekki alveg hvernig plönin munu virka. Ég er svona smá að skipta skoðu núna með alls konar hluti. Ég ætla nú ekki að segja meira en það. Ég veit ekki, kannski er þetta eitthvað ofhugsin mér. Ég ofhugsa alltaf mikið. Ég líka hugsa alltaf lítið á henni gerir hluti og svo ofhugsa eftir á. Það er mitt vandamál. En já, big things coming. Ég held að framtíðin er björt. Ekki mikið á bankanum núna, en framtíðin er björt. Ég trúi því. Köttur þarna? Þetta er köttur einhverstur. Nei, þetta er ekki manneskilapa. Vegurinn er bara svo lár. Maður sé svona haus eða eitthvað. Maður sjá, hvað eru núna á tíma? Við erum 58. 2 mínútur. Shit, ég veit ekki. Ég ætla bara að chilla þarna, ég veit ekki. Bara leggjast niður. Segi ég komið þetta í eitthvað í hug, sko. Taka sopa á monsterinu mínum. Hvað sem vantar það? Doomscroll er bara spilakassi. Það er hárrétt. Þegar þú doomscrollar þá þegar þú ert að doomscrolla djúk. Eru dómari. Þegar þú doomscrollar í símaninum, ég las einhvern mann var að lesa eða heyra eitthvað. Þegar þú ert að doomscrolla þá ertu í raun að gera það sama og bara spilakassi. Þú veist, þegar þú scrollar næsta vídeo, þá ertu bókstaflega að aktivita sömu partana í heilanum að þér og þegar þú ert í spilakassa sem er pínu klikkað þegar þú pælir í því, sko. Þannig að mér finnst það áhugavert, sko. Þetta er bara eitthvað sem mér datt í hug og skrifaði niður, sko.
Ég er samt eiginlega búin að þetta var alveg svona passlega mikið á nótum. Ég held að það verið alltaf mikið. Það var samt eiginlega alltaf mikið. Ég hefði alveg getið að jappa fyrstu 2-3 hlutina eða meira sko. Og já, ég er að fara að gera long format vídeo Sony Alpha kerfið. Ég held að ég sé komin aðeins yfir klukkutíma. Jú, ég er komin í klukkutíma. En ég ætla að segja aðeins frá næsta long format vídeónu mínu sem að vera ekki svona. Ég ætla ekki að jappa bara í kameruna. En ég ætla að útskýra Sony Alpha kerfið af því að það eru rosa margir sem bara skilja það ekki og það er alveg bara svona vandræðarlega mikið af misskilningi meiri þess að hjá bara Sony sjálfum á Íslandi kerfið. Þeir eru bara að butchera nöfnin, þeir eru að butchera bara línurnar, bara hvað fyrir hvað finnst mér allavega. Mínar persónulega skoðanir, eins og ég segi, ég er hættur vinninni, ég má segja sem ég vil, það er enginn að segja mig hvað ég á að gera og já, það er allavega, ég er mjög spennt fyrir því. Ég ætla að reyna að skripta það ágætlega, gera það þokkalega vel og ég held að minnum koma vel út sko. Herru, ég veit ég er komin yfir klukkutíma, þannig ég ætla bara að cutta núna og uploada þessu bara, ég veit ekki ég horfi bara á þetta eftir þetta uploadast. Þannig að, já, þetta verður bara gaman. Herru, cut með þetta, yfir út, sjást hann þetta var þáttur 2 á Jappkastunum, season 1 en þá, ég veit ekki hvernig, ég ætla að splitta seasonum upp, örugglega bara fyrir árum eða eitthvað. Men já, cool, bara sé ykkur í næsta þetta, I guess, ef þið fyrst þið nenni að horfa á þetta, I don't know. Ég er að gera þetta fyrir ykkur, nei ég er að gera þetta fyrir mig, aðalega. Hvar er rekordtækin? Cool, bye.